Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Bókaskápurinn spegill sálarinnar. Ok. Já, heyrðum, við erum komnir hérna aftur og við hliðina á mér 7. mest googlaði maður á Íslandi. Já, Já, í takk. alvöru? Já, heyrðu, og það þarna maðurinn sem ég er búin að vera að segja það frá, sem ég hef verið að deyta, hann Gunni. Segi það ekki, hæ Gunni. Hæ Gunni. Hvað segir þið? Ég segi allt mjög gott. Já, við nefnilega við Dóra erum alltaf að tala þig í þáttunum. Og það nú svo gott að ég veit að þú hlustar aldrei á okkur. Það ekki alveg satt en ég hlusta á sumar þætti hjá okkur. Nei, en sko ég vildi bara að þú kæmir fram í þessum þætti, bara eins og Nikkó er búin að koma fram, þannig að fólk held ekki ég væri að ljúga. Já, það Þannig að fólk sagði að ég ætti kærast í alvörunni. Já. Þú væri alvöru kærast, þú væri ekki bara svona einhver hugmynd í hausnum á mér. Og það er búið að googla mig þannig ég ekki komin niður í 7. sæti. Jú, og 7. mest googlaðum höfðlega. 7. mest googlaði maður landsins og kannski heldur það áfram, hver veit. Já, kannski verður einhvern mest googlaði Kannski maður. mest googlaði maður bara á Íslandi og út um allan heim, hver veit. Til dæmis, ef að ég myndi labba allspenniður Laugaveginn og þá væri kannski, hver kæristi konar sem labbaði allspenniður Laugaveginn, þá getur þú orðið fyrsta sæti. Hver veit. Já, heyrðu, en hvað ætlar þú að skilja eftir árið 2025 sem þú ætlar ekki að taka með þér inn í 2026? Það getur verið eitthvað, þú ætlar að leggja af einhvern vana eða bara eitthvað sem þið langar ekki til þess að vera að halda áfram eða svona, skiljum við? Ég held að það sé nú að það sem skilja eftir örugglega bara svona smá umrót sem búið að vera hjá manni tiltekt á árinu 25 svona bara losa sig sem búið að vera svona ár svona úrvinnslu og fleira hjá mér allavega og ég ætla að skilja það svona eftir núna með áramótin og það bara ljómandi gott, þetta búið að vera gott ár. Mér er svolítið skrítið að tala þetta fyrsta ára okkar saman sem úrvinnslu ár. Þú veist að segja hvað nei, þetta auðvitað var líka úrvinnslu. Það er svo mörg að vinna. Ok, þannig að þú ætlar að vinna úr minnu 2026. Já, meðal annars. Já. Nei, það bara ljómandi gott að losa sig ýmislegt fyrir 2025 og síðan fer ég bara með tillökun inn í 26. Já. Ég náttúrulega fiskur og Ferð á milli úthafa, ferðast milli úthafa. Og það verður fiskurinn þarf mikla hreyfingu 26 og hann mikið sjálfstæði og þarf svona að synda sig í gegnum þetta sem hann hefur gert áður og þetta svona ár fyrir fiskinn sem svona mikið hreyfing, það verið að hreinsa til og skýrari línur á mörgu sem hann er að takast á við og mikið ævintýrum, þannig að það tillökun. Vá, en gaman. Þá við Dóra að vera með í þessum ævintýrum. Já, hvað haldið þið? Er það ekki? Vá, og alla vinkonum mína líka. Já. Já, það geggja. Já. Draga þér einn meistara sem að En svo kemur spákona og gefið þér spá fyrir Er það líka? Spáið fyrir mér. Já. Ok. Hérna, Já, ég var búin að- meistari. ég var búin Já, að- einn meistara sem má taka með þér núna inn í árið. Hérna, já. Ok. Og það Green Tara. Green Tara. Býttu Hver nú Green við. Tara? Það bara jörðin eða ekki. Já, mér sýnist það. Já. Healing Þetta Light. fallegt spil. Já, þetta er bara Wellness- eins og The Green Mother. Hún segir wellness unfolding. Ok. Know that healing is a journey. Þú varst eiginlega að segja þetta. Já. The blessing of Tara are surrounding you now and you're being guided to know that healing isn't linear but more like a spiral. Móleika spæral. Já, þú mætir sömu verkefnunum aftur og aftur. Já. Þú veist, þannig að maður kemst dýpra inn í þau. When you set the intention to heal, the intention itself initiates a pathway that is similar to a spiral. At times you will feel like you are overflowing with vitality and at others you will feel drained. Þannig að þetta verður svona, þú
þú ert alltaf að vakna, þú ert að koma að sama verkefninu og aftur, sko. Það skerpir svolítið á þessu öllu saman. Já. Já, ekki einhverja kennslustundir sem eiga að fara að ljúka? Af hverju er maður að gera hluti aftur og aftur? Þá maður ekki að ná kennslustundinni. There may even be moments when you feel you are revisiting something you thought you had to overcome, but this revisiting is actually an opportunity to see how far you have come and the road to recovery and wholeness. Já, takk. Já. Heyrðu, Katrín. Þú heldur bara áfram. Ég held bara áfram. Já. Katrín, ég ætla að biðja þig að koma. Það er hérna maður sem þarfnast spár fyrir árið. Ég ætla að hleypa þér að honum. Og ég bara vona fyrir hans hönd að hann drægi ekki mölfluguna. Hvað er hérna skan? Við skulum vona að hann drægi ekki Ég meina, vona sem kemur eins og rjómi hérna inn. Já, ég veit. Ég meina, Og með svona útkast ertu með bláberin líka? Steina er bláberinn. Ég er blá. Já. Ég er bláber. Já. Ok. Ok. Sko, Já. Gunnar minn, þú ert að fara að stokka þessi spil og þú hugsar svolítið svona þína fortíð, framtíð og nútíð samtímis einhvern veginn og setur sjálfan þig svolítið inn í spilin eins og þú getur. Svo skyndilega myndu finna að þú ert búin að stokka þessi spil nóg og þá myndu stoppa og svo myndu draga. Svo myndu láta mig fá það spil og ég mun segja þér allt árið sem er að koma. Finnst ekki gaman að fá svona spádóm? Jú, geggjað. Tvöfaldar spádóm. Meistara frá Dóru og spádóm frá Kötu. Þetta er alveg rafmagna hérna, hortið. Ég veit það. Þetta verður ekkert Ég ætla að draga með vinstri, svona hjarta línan upp. Sko. Já. Hvernig finnst þér að vera í allar í sér kvennorku? Finnst þér gott? Já, hún er mjög góð. Ég finnst gott að vera í kvennorkunni. Já. Það er svona vegur upp á mótið svona testatorinn í mér. Svona, Einmitt. Þú spennujafnar þig. það er spennujafnari. Þú verður blíðari þegar þú gengur út. Já, Kannski. jafnvel blíðari, já. Kannski. Heyrðu, Kóbra aftur. En veit ég hvað, að þetta spil, það er allt líkjandi núna þegar áramót og ég valla svo spái fyrir fólki og ég ger valla annað en spá fyrir fólki okkur núna. En þetta spil trúður sér þar inn. Það er bara svo mikil þörf á því að fólk kynni sér eitthvað nýtt og læra eitthvað nýtt núna af því það líka er svo, Steina var að segja. Og fari úr hamnum. Já. Skilji eftir hamnum. Já, af því það er svo mikil breytinga orka í heiminum líka að það er verið að krefja alla að svolítið læra nýja heiminn bara á staðnum. Og það er svona að fólk þarf að fara inn og skoða hvað langaði mig alltaf til að læra dvæljast aðeins við það en ekkert eitthvað fara beint og gera hvað í því heldur býða eftir að það komi rétt í kennarinn komi rétt á mómentið og þetta getur verið sko bókstaflegt en líka bara eins og fara bara okkur námskeið en ég fæ ekki þannig hjá þér, ég fæ meira svona að þetta sé sko bara nú fer ég í einhverja átt sem ég áttaði mig ekki á og ég ætlaði í en þetta er svona biðstöðu dýr sko, hún er bara svona, kemur upp úr sandinum og biður og horfir yfir allt svo þegar við tilbúin þá bara nær og niða en þetta er þekkingarleit, alveg massíf þannig og þetta er svona þegar þú veist nemandinn er tilbúin þá kemur kennarinn til hans moment þannig að þú þarf bara að vera opinn en vera rosa svona meðvitaður það hvað langar mig í hvað stefnu og hvað langar mig að læra og að taka því eitthvað með mjög fagnandi á þessu ári sem er að koma því það kemur eitthvað svona stórfenglegt út úr því ef allir fara á næsta level í að kunna eitthvað samtímis þá getur það þjóna svo miklum svona sameiginlegum hagsmunum líka þannig að þetta er mjög gaman finnst mér að þetta spil sé að koma þó þú hafði ekki mölfluguna gullið mitt þá er gaman að kópa Gott að hamra á því að Dóra fikk mölfluguna hún fikk mölfluguna ég segi möl, segir þú fluga möl, fluga Möl. Ég seti bara töfra á það. Heyrðu. Þetta er líka tengið svolítið fiskun líka. Ég er náttúrulega fiskur 10. mars og það er svona svolítið mikil orka sem er að koma fyrir fiskana svona fyrir 2026 veit ég. Aha, já. Og kannski er þetta líka svona einbyttingin inn í það að svona, eins og þú veist að segja að finna hvað hendar þér og hvað þú vilt fara í. Já, í hvaða straum ætlar að synda upp. Já, akkurat, já. Hvað þú ætlar að fara upp, hvaða árfarveg. Já, nægir eru möguleikarnir í lífinu. Það veit að sá smá. En nú er því að láta Gunni gera þetta alltaf við þig, Kata. Nú skal þú slaka þess á. Nú ætlum ég að biðja Gunni að leggja hérna hendurnar á bakið á þér. Og aðeins að segir okkur aðeins svolítið skrokkina á hann í Kötu bara þegar þú ert að snerta á hann í bakið. Já, af því að Gunni er með töfrahendur. Já, Gunni er eitthvað svona rafvirki í höndunum. Það er bara, þetta er alveg óútskýrt, en hann er með eitthvað svona rafmagn í höndunum. Já. Og hann les með höndunum. Wow. Gunni. Já. Það er nú alveg þetta er alveg þétt bak og stælt og það er fyrirstöður smá á milli. Já.
svona smá fyrirstöðu sem eru svona þú heldur svona aðeins hérna svolítið vel á milli spjaldana. Þetta er geggjuð útvarp. Jú, það er hérna flott orka líka. Sér hvað er rosalega orki. Já, rosa flott orka. Takk fyrir það. Rosa flott orka. Sér konu heilt. Já. Rosa er ekki sjúkdómur í þessari konu, maður finnur það strax. Kraftur og já, orka og mikið gleði hérna. Já, hún er svo ógeðslega skemmtileg. Það er hilaríus. Mikið gleði, já. Serðu hvað hún blómstrar og hún er það gæri það? Ljónir bara. Er þetta rósamál? Já, við sérðu líka, hún er með þetta hár, hún er með svona ljónahár. Herðu, ég ætla að sitja... Já, nú segjum við takk fyrir komuna. Já, ég ætla að gera svona Anni, ég ætla að gera svona og Kata fyrir spátámana og nú gerum við hlé. Já, ég ætla að gera svona Takk fyrir mig. Já, klapp. Dóra, sjáðu. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Já. Gjör svo vel. Jæja, Dóra. Já. Nú er hún komin til okkar. Já. Ásdís Rá. Já, ammæli systir mín. Við höfum ammæli sama dag. Sama dag. Ammælisdag, jú. 12. ágúst, já. Ok, eitthvað en það bara... Já, í forsetaframbáni þegar ég var versti ljósmyndari, já. Einmitt. En þú þarft að vera aðeins nær mæknum Ásdís, þannig að því að... Við getum líka gert aðeins svona. Já. Hækkum hann bara aðeins þannig að... Já, svona. Já, bara að svona, sikka fyrir andlutinu þér. Já. Það væri verra. Já, það verður. Hérna, en við erum samt ekkert rosalega líkar, sko, þú ert nefnilega projektor en ég er generator. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Í þú... human design, Í human design, að þú ert... Þú er aðeins að segja henni hvað human design er. Sko, human design er einhver svona mannræktar, eða þetta er svolítið eins og stjörnukort, eða þetta er svona sambland af nokkrum tegundum, sko, vestrænt stjörnukort, austrænt, kínversk I Ching, hérna Kabbalah frá gyðingunum og hérna og eitthvað svona og orkustöðarnar úr hérna indurska jóganu og þú sér, þetta er kortið þitt. En varstu búin að þá rekna á daginn minn og Já. ártalið og allt? Já, við vorum með það. Ég var með það síðan í forsetakosningunum. Já, við vorum með það síðan í forsetakosningunum og hérna, og þú ert nefnilega manneska sem kemur hér að projektorarnir þeir koma og þið elskið til þið sjáuð aðra blómstra. Það er ykkar, þið eru hinni nýju stjórnendur heimsins og þú ert með krónuna þennan defined og þriðja augað, röddina og sjálfsmyndina þína, þannig að þú ert komin til þess að kenna okkur hinum. Það er bara fólk, þar sem þú hefur, þar sem þú ert með það sem maður kallar invitation, þar sem að fólk býður þér að tala, þar hlustar fólk og fólk vill heyra þig tala. Og þú ert með sterkan stjórnanda í þér, þú ert með rosalega mannúða, þú berð elsku fyrir mannkyni, fyrir því smæsta og því stærsta. Já, það er alltaf svo augljóst, sko. Já, og þú nærð að orða oft hluti á einfaldan hátt sem eru flóknir fyrir aðra. Þú ert með rosalega skemmtilegt kort og svo ertu með sterkan vilja tengdan tilfinningunum. Þú veist, þannig að þú ert hérna, þú veist, ég er ekkert hissa að þú hefur gengið bara mjög sérstaka leið og þína leið í lífinu. Það er ekkert, leiðin var ekki sköpuð hérna fyrir þig. Þú bjóst hana einhvern veginn til á einhverju svona innsæi, djúpu innsæi og vilja sem þú finnur. Og þú getur líka farið á heimsenda til þess að vinna fyrir börnin þín og sækja pening í búið, sko. En þú vilt sanngjarnan skiptidíl. Þú vilt fá takk fyrir það sem þú leggur til inn í samfélagið eða inn í heimilið eða inn í þar sem þú gefur af þér. Þú vilt að þú sér metin að verðleikum. Það er líka svona eitt svona grunnelement í þér. Og þar sem hún kemur, hún er með ásinn creator hérna í sjálfinu sem er bara það sem þú kemur inn í rými, þá er allir bara zup, það er bara alltaf tvöfald til þér bara, hver er þetta? Það er alltaf bara, hér kemur eitthvað sérstakt og þú er alltaf að vita það og það versta er að þú hittir fólk sem ætlar eitthvað að reyna að slökkva í því að þú sért sérstök. Þú er alltaf að vita það og þú ert það og það mun alltaf vera svoleiðis. Þú ert með eitthvað alveg sérstakt og allir sjá það. Þetta er svona, já. Finnst þér þetta ekki Þetta bara... var bara stórkostlegt. Já. Bara les mig eins og bara bók. Dóra er hann ósælega flink í En þessu. skemmtilegt hvað þetta passa vel við. Þetta Já. greinilega er
margt til í þessu. Já, af því að þú ert sko þið, projektorarnir, þið eru hér til þess, sko, þú bara elskar þú sérð að samfélagi byrjar að blómst í kringu þig, sko. Það bara, nú gaman, nú eitthvað að gerast, skilurðu. Þannig að, og hérna, að því að sko margar sjálfshjálparbækurnar ganga út á það að þú ert að gera það sem þér finnst ógeðslega skemmtilegt eða eitthvað svona, þegar þér gengur vel þá gengur allt vel, þér gengur best þegar þú nærð að leggja þannig inn að öðrum gangi vel, þá stækkar þú. Veist það fórst í forsetaframboð, meðal annars held ég, kannski. Já, þetta er alveg satt sko, ég einhvern veginn hef, þú veist, allir vinir mínir, þeim hefur gengið vel út af mér, ég hef alltaf tengt alla saman og svona, ég elska að láta aðra blómstra, það er alveg rétt. Þetta er grunnelementið þitt, sko. Það er þessi eiginleiki þér sem ég elska í þér, vegna sem ég elska líka að sjá aðra blómstra. Mér finnst það svo gaman og mér finnst gaman að taka þátt í því að aðrir blómstra. Mér finnst það nefnilega alltaf svo skrítið því ég sé fólk svo margar konur sem eru svona rosa passívar sko, vilja ekki gefa upplýsingar eða vilja ekki hjálpa öðrum eða svona mikil afbrýðsemi og svona einhvern veginn halda fyrir sig. Já, halda fyrir sig og svona vilja ekki gefa. Ég er alltaf svona, þú veist, ég finn það svo sterkt því ég sé svona fólk, þá bara sé ég það strax og mér finnst það svo skrítið og ég er ofta að hugsa bara hvað er í gangi í heilanum á þessu fólki sem að færa til þess að vera svona nýst eiginlega við aðra. Já, gjaflítið og nýst. Já. Sko, eitt í human designinu þínu að þú ert þess að 1-3 sem er strategían þín og ásinn er investigators, það er fólk sem hefur gaman á að rannsaka og fara djúpt ofan í hluti. Ert þú svoleiðis? Ertu svona Ég er svona nörd? pælari. Já, þú ert svona pælari. Og googlar mikið, eða ferður svona djúpt ofan í? Ég les bara þúsundir af blaðsíðum á mánuði, sko. Allt. Ekki bara eitt, skilurðu. Þú er bara svona áhuga á mörgu. Já, bara, þú veist, ég vil kalla þeir í fjölskyldunum með Dr. Ásdís, þú veist, ég veit bara basically allt allt, en ég sem sagt ber það ekki með mér, ég ber það ekki með mér, og þetta ég tala ekki mikið það, en þú veist, ég veit það, skilur. Já. Af því að ég er bara svona einhvern veginn drekki með visku, þú veist, alveg constantly. Já, af því að þetta vissi ég til dæmis ekki þig og þess vegna spyr ég þig að þessu, ertu svona, af því að ásatnir, það er sagt, þú veist, þú fengir áhuga á einhverju og svo færir á námskeið og það kemur í ljós að þú veist meira en kennarinn það sem verið að kenna, skilurðu. Það eru svona bara algjöri nördar og þið byggið upp grunnstóðir samfélagsins af því að þið hafi getun og áhugan til að skoða og kynna ykkur hluti. Svo erum við þrist í sér sem er bara fólk sem er ekki hægt að kenna neitt. Þú er að gera allt bara learn by do. Já. Það bara, þú veist, það þýðir ekki að segja við þig, heyrðu nei, þú kaupir ekki þetta og tekur lán hjá einhverjum þarna því að þá mun eitthvað, þú bara whatever og svo gerur það og þú verður að læra það með því að hlaupa sjálf á vegginn. Það eru þristarnir. Er það ekki alltaf þannig? Það er alveg rétt, sko. Ég meina, þetta er alveg sagt, maður lærir ekki það reynslu annara, maður verður að gera hlutina sjálfur til þess að finna, þetta fílaðist ekki vel eða þetta var gott. Og þristurinn með þetta, sko, það er ógeðslega gaman að ferðast með ykkur, sko, af því að þeir alltaf bara, en þarna, ef við fyrir þarna fyrir Spontaneous. Sko, hún er með skíðaklúbb í kringum sig, 50 mann sem fara með henni í ferðir á hverju ári. Í alvöru, hvert farið þið? Já, við höfum bara verið að fara víðsvegar hérna á Íslandi, sko. Ok, þannig að þú ert svona útivistar. Dalvík og Siglufjörð og Akureyri og út allt, sko. Ok, já. Þú ert svona smá farastjóri í eðliðinu. Við erum nokkrar, sko, sem erum svona í nefnd og svo bætast við, sko. Þetta byrjaði þannig að það mátti alltaf bara tvær vinkonur koma með hverri, svo bara sprakk þetta og nú þurfum við að stoppa þegar það eru svona 40 komnar, sko. Einmitt, og svo eru alla vinkonur mínir eiginlega búin að biðja að fá að vera með í þessum hóp líka og ég átti eftir að segja þér frá þessu Dóra, en við þurfum eiginlega að komast líka inn í. Spurningum að stofna bara annan líka með svona alls konar öðru ívafi. Já. Það getur verið útlandaferðir, skíðaferðir. Nákvæmlega, gyðjuferðir. Akkurat, sko. Og það er svo gaman þegar það koma allir svona saman og svona einhvern veginn færð svona smá
hvað segir, innblástur frá hverja einni, svona einhvern veginn lærir að kynnast alls konar típum. Já, nei, en Maður ofsalega bara, wow. veistu það, ég með þetta á heilanum að náttúran, hún í eðlu sínu sko, hún svo uppfinningasöm og hún svo kreatív og svona og hún að krefjast þess að við förum að kynnast fólki sem ekki í okkar kreðs að við hættum í þessum hópastarfi með okkar fólki, Ég með þekki ekki fólki með, helminginn á þessum stað. þú veist, fólki sem með sömu pólitísku skoðanir eða býr í sama hverfinu eða sami vinahópinu eitthvað bara, þetta þýðir bara stöðnun og dauði. Við þurfum að sprengja þetta upp til þess að vera eins og náttúran. Því að náttúran finnir sér leiðir og það þýðir það að ég þarf að kynnast einhverju sem vinnur í banka og fá einhverja hugmyndir frá honum svo mér geti dottið eitthvað inn í. Það þýðir bara ekki að ég siti bara alltaf að tala við Dóru, skilur, af því að við þurfum eitthvað skrítið inn til okkar til þess að við getum haldið áfram að stækka, skilur. Og það nú til dæmis eins og okkar vinátta og núna okkar vinátta mín, þín og Kötu Odds og svona og Kolbrúnar sem kemur hérna á eftir. Mjög ólíkir persónuleikar. Já, við fjórar svona gjörólíkar en það svo dýnamískt að vera saman, svo spennandi. Hvað býr í hverju og einu, þetta verður svo geggjuð stemning, sko. Það er rétt. Mikið ævintýrum sem fæðast, sko. En við erum búin að spyrja alla, hvað eitthvað sem þú ætlar að skilja eftir 2025? Ég veit þú skildir á árinu, eitthvað svona sem þú ætlar ekki að halda áfram að gera 2026? Nei, ég held það ekki. Nei. Þú býrð í Búlgaríu, þú verður mikið á Búlgaríu? Ég svona búin að vera svona 50-50, þannig að ég fer út núna bara í kannski lok janúar. Þá byrja skíðasísonið. Ég að vona að ég verði með þér í Búlgaríu í mars, við getum ekki sagt frá því strax. Nei, við erum það með ógeðslega spennandi verkefni sem við erum verulega að fara að vinna. Ég svo spennt yfir þess að ég að bilast. Já. En segð mér aðeins, því nú veit ég ekki mikið lífið þitt í Búlgaríu og svona, áttu heimili bæði á Íslandi og í Búlgaríu? Já, ég bara með svona litla íbúð í miðbæ Sofíu. Já. Og hér ég með heimila sem dóttir mín býr og kærastan hennar. Þannig að ég einhvern veginn búin að, það komið svona rosa gott jafnvægi á þetta. Ég verður orðin þreytt því ég er búin að vera á Íslandi í svona mánuð. Þá fer ég, skilur, svo ég bara eins lengi ég vill þar og svo kem ég aftur. En mér tekst að vera svona mánuð hérna í Íslandi. Þetta of svona einhvern veginn lítið. Hvernig útskýrðu það eins fyrir mér? Það er bara einhvern veginn svona, ekkert að gerast. Maður svona, er einhvern veginn svona... Það bara hreyfist ekkert? Nei, það hreyfist ekkert. Nei. En það hreyfist mikið í Búlgaríu? Búlgaríu er svo rosa mikið mannlíf, það er alltaf fólk út allt og það er alltaf allir rosa glaðir og sita allir allstar, allir að fá sér bara eitthvað að borða eða að fá sér vín eða bara njóta einhvern veginn lífsins, tónlist allstar. Og þú mikið svona glamúr, konurnar rosa, geta klætt sig upp og með hár út allt og svona, þú veist, svona nærið svona koninni. Ertu ekki fínust í Búlgaríu eins og þú ert alltaf fínust hér? Þú ert ekki fínust í Búlgaríu, ég skil. Já, ekki séns, sko. Ok! Nei, það er rosalega, sko. Ok, segðu okkur aðeins frá þeim, hvernig eru þær í Búlgaríu? Stelpurnar. Það er yfirleitt svona 10 kíló. 10 með eitthvað svona pörkirassa á 20 metra hælum og rosa hár og þú veist, það eru svona eins og einhverja dúkkur, sko. Ok. En þú lifir raunverulega tvöföldu lífi, þú ert önnur manneskja hér heldur en þú ert í Búlgaríu, er það ekki? Jú. Já. Hver munurinn? Já, hún er náttúrulega superstjarna í Búlgaríu, skilur við. Hún getur ekki gengið út á götu. Það er náttúrulega miklu stærra stjörnulífið í Búlgaríu og það er svona miklu meiri virðing borin fyrir frægu fólki. Þú veist, það er svona huge. Þú ert ekki bara Bubi Mortens út í Bónus að, þú veist. Nei, einmitt, eða í world class einmitt bara. Nei, þú lappar inn, þú veist, þú ert svona trýta rosa vel og þú veist, þú ber allir rosa mikla virðingu fyrir fræga fólkinu. Já, ok. Og þú hefur nóg að gera, ég meina þú ert alltaf í sjónvarpi í Búlgaríu og svo ertu brandambassador og svo ertu að gera alls konar hluti. Svona bara tilfallandi verkefni, sko. Ég er náttúrulega orðin svolítið gömul, þannig að, þú veist, ég er búin að minka náttúrulega módelstörfin, töluvert, sko. En Dóra, sko, hún er að leika alveg ógeðslega mikið og það er til dæmis eitthvað sem víst ástís. Hún er að leika í sjónvarpsseríum og bíó og það er aldrei ein frétt þetta hérna. Hún sko grjút. Hann er alveg sama. Hann er svo drullir sama, það er svo frábært. Já, það er bara annar veruleiki. Hún er að tala við það, þú ert að tala við það fólk þegar þú ert að leika líka í þeirra sjónvarpsþáttum og svo værir að gera eitthvað hér þá ert að tala við okkur en vissu þau til dæmis að því að þú fórst í forsetaframboð á Íslandi? Veit Búlgaría það? Sko, það var ekkert verið eitthvað mikið en
Jú, það kom alveg fréttunum, sko, en ekki eitthvað svona, Ekki sem að þau ég gerði hef eitthvað ekki úr mikið því eða talað svoleiðis. það, sko, Nei. En hvernig finnst þér að leika? Nú erum við Dóra Já. búin að vera að leika allavega. Hvernig finnst þér að leika í bíó og svona? Sko, mér finnst rosa langdregin svona upptökutíminn. Ég, þú veist, ég meira fyrir að vera í svona raunveruleika sjónvarpi eða þáttum. Ok. Fattar þú, þess að kvikmyndadæmi, þú veist, þú ert að bíða allan fucking daginn, skiluru, taka allt upp 100 sinnum og maður er alveg svona, Já. þú veist, ok, jú, mér finnst það rosa skapandi, ég fæ alveg x svona fullnæðing af því og það er mér finnst bara gaman að koma fram. Og þegar ég get komið fram að einhver dáast af mér, þú veist, eins og á kvikmyndasetti eða eitthvað svoleiðis, þá finnst mér rosa gaman, skilur. Þannig að það passa vel við mig, sko. Ertu með mikinn texta og svona, ég meina talar í búlgarsku, fluent? Nei, ég hef ekki leikið í búlgarsku. Þetta er allt eitthvað evróst og enskt og Já, ok, þetta er international. Já, þetta er ekki bara inn í búlgarska heiminn. Nei. Ok, vá. Ok, Þeir þú ert taka upp ótrúleg. mest á búlgarsku, sko. En þú talar ekki búlgarsku? Ég er ekki, þú veist, rosa góð við. Getur þau sagt eitthvað dónalegt á Ég er eins búlgarsku? og hún þessi í Rauðubólnum, hún Hún sagði að Eva. það var eitthvað að sér, Já. hún getur ekki lært hluti. Já. Ég er rosa léleg í tungumálum. En getur þau sagt eitthvað dónalegt á búlgarsku? Dónalegt. Nei, en ég get, þú veist, sagt fullt, bara Dobri den, góðan daginn, þú veist, ég er ekki mikið í einhverjum dónalegum frösum, sko. Mosili Bialavino, það er, má ég fá hvítvín? Nei, meira, þú Bara kannt allt sem basic. maður þarf. Allt sem þarf, bara Þú góðan kannt að bjóða daginn. góðan daginn, getur fengið Get ég meira fengið hvítvín. hvítvín? Nei, meira, Takk hvað fyrir. þarf maður að vita meira? Ekki Mér mikið að meira. spira, ég veit það ekki. Kurva, það er náttúrulega notað sem hóra, sko, en þú veist, við viljum ekki segja svona dónalega orð. Nei, við viljum ekki segja svona dónalegt. En ástin? Ástin, ég er bara single-less, bara eins og hægt Like a er. Ég er diamond. bara, Single like a I'm like a diamond. virgin. Like a virgin. Yes, like a virgin. That's for the very first time. Like a virgin. En ég er að fara núna að læra að syngja. Þannig að ég Já? Já. Heyrðu, veistu Og hvað? hún er líka að fara eitthvað að þjálfa mig. Já, ég ætlaði að þjálfa hana. Vissirðu hvað gerðist núna? Má segja frá því? Ég held ekki, nei. Ó. Ok. Vá, en má ekki ég segja segja frá því? Dóru frá því eftir? Já. Já, bara, ok, þegar við slökkvum. Ok, ég ætla En sem sagt, Ásdís Rán, Já, she's a singer. já, og þú ætlar að taka hana Það er ekkert sem hún kann ekki, sko. Nei, ég Getur veit ekki. það. Nei, það er bara ekkert sem stoppar hana. Nei, Hún er bara- einmitt. Þú ert með rosalega, og aftur svo ég fara aftur í human designið þitt, þið eru bara 20% mannkinn sem eru með krónuna defined og þið eru komin, þú átt ekkert að fylgja þínum eigin hugmyndum en þú ert komin til að kenna okkur. Þú ert með einhverja heimsýn sem er innblástur fyrir okkur hinn. Þannig að þú ert komin til að blása okkur hinnum byr í brjóst. Sérðu hvað hún er rosalega skýr? Jáhá, Sérðu það? jáhá. En ég ætla að gera svona núna og setja í pásu. Elsku Ásdís, það er að koma áramót. Já. Hvernig ætlar að fagna áramótunum? Ég ætla bara að vera með mömmu Já. og systur minni. Einmitt. Hérna upp á Skólarstíg sem er bara bíla 4, sko. Já, Dóra fyrir þangað stundum að sprengja það, Já, ekki? ég verð hjá bróðum mínum og við kannski förum upp eftir. Mamma býr á Skólarstígnum. Það er Já, bara, já. sko, klukkan 11, þá bara, það sést ekki í miðbæinn. Það er bara Nei. mörg þúsund. Já, Já, ég já, veit, já, það er einmitt, gerð. einmitt. Bíla, Já, skemmt. Ég er Heyrðu, barnslaus og svona. já, heyrðu, en Vá, hvað er takk komin fyrir margar? komuna. Takk Já, fyrir nú komuna. er að Ég hlakka fyllast- rosalega til að leika með þér næsta ári. Við höfum eftir að gera eitthvað skemmtilegt saman næsta ári. Ég er alveg Já, viss um já, það. já, já. Alveg viss um það. Heyrðu, og þá Herru, ger, takk fyrir, takk yndislega fyrir að koma og ég ætla að hitta þig og gera svona Sömuleiðis. human design með þér. Gleðilegt ár. Og Takk, gleðilegt á. sömuleiðis. Getum við fengið Gleðilegt ár. klappið? Já. Heyrðu, við höfum hvart vinkun okkar hann Ásdísi Rán og erum konar með 3 vinkunar í staðinn and now we will change over to English. Yes. Because one of our friends that is Neta, we have Neta, we have Kolbrún Ást and we have Ingibjörg, Imma again. Yes. Yes. And since Neta hasn't fully learned Icelandic, even though she has... We're on our way. She's on her way. Hún er á leiðinni. Já, hún er á leiðinni. Neta, do you remember your school project on me? had a feeling that you were going to ask me about it. I can tell you one thing about you. Yes.
Steinun Ólína Þorsteinsdóttir leikona. Hún var vændiskona. Já. Og do you want me to keep going? Is it safe? Yes. Say all of it. Okay. Hún áhuga Mál, á. hún hefur Hefur áhuga. See, I haven't practiced so long, I can't remember. Hún hefur áhuga á að taka MDMA og gras og DMT og LSD og 5-ME og DMT. Já, einmitt, mjög gott, Thank you. very good name, very good. Thank So you. you see she speaks Icelandic. I speak Icelandic, obviously. How did the teachers react when you had this input? You know, the thing is, I prepared so well for this program and then for this speech to give about, this made-up speech I had for Steinun, and then they never asked me the question, and I was so disappointed. I was just, so ready. Yeah, we were so ready. I really wanted to know, just how this would impact I know, I had her even fellow made... students. I had even made ChatGPT images to go along with it, and Yes. there was a whole presentation, and I had especially the Vændiskona part. Excellent image. Yes, Yeah. yes, exactly. And Netta is our fitness instructor. Yes. Yeah, she teaches us a class called Hot or Die. Hot or Die, and we show up there 2 times a week, but she's also in Yoga Shala, and you're going to do a Hot or Die in Yoga Shala? or Yeah, what? yeah. Starting in February, we're going to do How to Diet Yoga Shala on Wednesday mornings. Okay. Yeah, so it's 30-40 minutes of mat Pilates and interval training, and then we end by stretching so everybody feels good when they leave. Okay. Yeah. Okay. That's great. And also, do you know what she's going to do here at Mama? Yes. So we're going to do something here at Mama. Netta is going to introduce something to us and to Icelandic women and everybody who's interested. And will you tell us about it, Netta? Yes, we're going to do a 10-month course, and we're going to talk about mostly goddesses of the yoga tradition, a couple gods. And basically each month we'll take one of them and we'll share stories and teachings around them, which is my favorite thing to do, is to tell these stories. And then we'll do a couple breath and meditation practices around it so people can kind of marinate in the energy. And then you guys are going to come and ask me questions and contribute your feedback into it and how that shows up for you in your lives. And it's less lecture and more kind of conversation and ways to kind of explore how these energies are alive in us. Yeah, so Yeah. we can understand when we are in Kali mode, when we are in Lakshmi mode, and so we can observe this also in each other and learn, when we're being destructive and constructive and all of that. I'm super excited about Yeah, it. I'm excited about it Yes. too. I like the stories because I feel like it gives me context for things that are really hard to understand. Yeah. There's all these things that happen in our lives, and the stories of the goddesses and their imagery and all their weapons and all this stuff, it gives me a little bit of a way to understand it and put it into context. Yeah. One question, will you be doing your fire ceremonies? We are talking In about 2026. We're talking about starting that back up in the full moons, and more details coming. But yeah, Okay. the fire ceremonies, I'll share a little bit of the story, and then we do a Vedic fire ceremony, which is the oldest yogic practice, and yeah, it's a way to kind of invoke those energies into our lives, and then also be in community around it, so everybody gets to kind of contemplate those energies within them, share with each other, and then make some offerings to the fire. And Netta, you know all those things about all those goddesses because you were in a kind of a temple for 4 years or something like this in America. Ashram, long time, yeah. Yeah. 2008, I started going to this ashram in Florida, where my spiritual teacher lived, and spent a lot of time studying with her about the gods and goddesses, and that's kind of how it started coming alive. And then I also owned a yoga studio, so I would do courses and teacher trainings and stuff. So I started marinating in that a little bit more and then sharing it. Yeah. Okay. Yeah. So now we have to introduce Kolbrún Kolbrún because Ást. And in fact, she's the only professional elf woman I know. Kolbrún. Kolbrún, Yes. yeah. She studied social studies and jarðfræði, which is, what is jarðfræði? Landfræði. No, jarðfræði. It's like earth science. Earth science? Glaciers and But volcanoes and stuff. she is like a elf maiden, like a professional elf maiden, and she's a mother of 4 and a big, doer. And we wanted to kind of ask you, what is your prediction for 2026?
Oh my elf god. woman. Elf woman. We're gonna have so much fun. Yes. Oh my god, and we're gonna play so much Yeah. and do everything that we desire. Like, it's going all coming to fruitions, the seeds that we planted. So now it's like blooming season. Ah. Yeah. Now, the ones that don't have the moth as a... Yes, Yes. except for those. Who are just like in the ground making little holes into rows. Yes. Everything is greener on the other side. This is for not. me. Yeah. But I will see you all bloom next year. But you can always choose when you're finished with the moth. Yeah, then I'll turn into the eagle. Yeah. Yeah, and then I'll look at you. It's always a choice. Yeah. Remember that. Yeah. I will. You can stay there as long as you want to. Oh, thank you. Yes. Kolbrún has beautiful insights about things. And like the other day, I was like a little bit complaining about a family member who was kind of stuck on like something that repeatedly was coming into this person's life, and I was like feeding it with all these questions, and Kolla said to me, why are you feeding into this? You are really keeping this alive. If you lose interest, the person in question will also lose interest in this like diabolical circle. And it has stayed with me because our reaction always creates something more. And in this case, it was very clear that, and I tried it, like a couple of days later, I had the opportunity, the same thing kind of arose and la 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 la, and I was about to go in and try to help and assist, and I thought about Kolbrún, and I said, I'm just gonna hold space. I'm just gonna hold space here. And so I was just, yes, I understand. Yeah, this must be hard, I understand. And the conversation didn't spiral into anything. It just died. Instead of me coming in and then getting some negative reaction and spiraling into something. And maybe if I show less interest in this subject, this person will also lose interest in talking about it to me. Of course. And we'll both be free. How about that? So she's very much a magician in this way, teaching me, and she can teach me and others how to kind of stay out of shit. Thank you for that. It was a very good lesson. You're welcome. Very good lesson. So Kolbrún, what would you like to leave behind from the year 2025 and take with you into 26? Wow. Sko eldspýtur og getur brent það. Já, þú getur brent sem sagt það í burtu Það í svo burtu. lostar við. I'm not going to any details, but I would like to leave everything behind that doesn't serve me anymore and isn't aligned with who I'm becoming. So I'm going to burn it away, everything. Yes. Do you want to do it with me? Ég þori það ekki. No. No, you don't want to burn everything away. No, not everything. No. No, ok. Just Everything that's Yeah. not serving. That's not serving you anymore. Já. Do you want all to take matches? Yes. Já, Might as við well. gera þetta með Let's have a ceremony. So a little fire ceremony. Yeah. little ceremony. I love you girls. I love you So too. love thankful you. for you. Okay? Yes. Let's burn it away. Yes. Hvað erum við að gera? Burn away all the undone work that is like creating moth in your life. Yeah. Like a moth to a flame. Let's go. I say like also create space for a lot of new things, new Yes. exciting Brennum á opportunities, and sorry, my match went right into into your tea. Ég brendi mig. Okay. What were we doing? Já, Oh my god. glöggir áhundu muni heyra að þetta náttúrulega, það lá við eldsvoða hérna. Imma, þessi ágæta vinkona okkar stendur nú hér í ljósum lögum. Imma mín, Imma. Já, allt í lagi, Þeir eru allt í að lagi. drepa í henni. Þetta er gott, þetta er gott. Allt í lagi. Já. Þetta er bara að breyta ykkur skeið. Á, hún er svo flottur pizza. Okay, we are back here and we want to ask you, Netta, to do a Kali song because Kali is one of the goddesses that we need to burn things. Yes, doesn't she she? represents dissolution, so the endings of things. And the idea is that like it's not ending just for the sake of ending, it's ending and digesting the thing so that you can use it as fuel for something
that's coming New. next. Yeah. Will you sing a Kali mantra for us and we can sing with her? Yeah, sure. Jaya Mata Kali, Jaya Mata Durge, Jaya Mata Kali, Jaya Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah. 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 Ingibjörg. Já. Hvernig líður okkur núna öllum? How are we feeling, all of us, right now? Yeah. Just if you tap into Yeah, how we're I think feeling. we're anticipating New Year. We're just shedding. I mean, we must be like thinking about last year. We're thinking about the future. We're like, yeah, I think it's a moment. It's a moment. It's a moment we are having now. I think so. Emma has invited our friend group to meet on the 3rd of January, and we're going to do something interesting together as a friend group, but like for us individually. Will you tell us what we're going to do? Yeah, we're gonna both write down like manifesto for the year, and we're gonna make a vision board, and we're gonna do tarot reading, and it's going to be so much fun. No, I think it's almost a little bit boring. Boring? It is, because it's like it's discipline. She's a very disciplined art teacher for all of us. Okay, Yeah. okay. So it's going to be boring. In a way, because I'm gonna give you assignments. Well, and I also want to say that you might be doing art classes here at Mama this year. Yeah. That's like on the table. That's on the table. And well, at least Dora, Neta, and I, we've done Yeah. art classes with you, and they were art like therapy. very Yeah, revealing. yeah. Yes. And for people that have like not really used colors or pens or anything since they were kids, like me and Neta, this was like it was very hard for It Neta. was very hard for me. I mean, Neta cried. I cried like every art class. Yeah, Yes. I had to like go through some shit inside of myself. Yeah, yes. for sure. But it was like so much fun to Yeah. just work with color Yeah. and the exercises you Yeah. had us do. They were like, I could not have believed what I learned about myself Thank you, in that Stenna. class. And so I'm hoping you will do more art Yes, classes with our friends. we will. But also for the general public, because people just have to kind of get out Yeah. of their head and do Yeah. something. Yeah. Yeah, I think so. It's just also interesting, like what comes through your hand that doesn't come through your mouth. But you are a painter, Neta. You are the only painter in school. You are the only I am not I a am school. the worst painter in school. I paint like a 3-year-old. I draw, but painter is the one that can channel the feeling, and you can do that. It's not much to look at visually, but a lot of motion comes through. That's the painter. That's you the don't painter. you don't Yeah, get that's it. the painter. That's And the this is painter. why you cried, because you just like, ah. Yeah. I just go You're into just the channeling. emotion. Yeah. But like- Painter is not about drawing. It's about channeling. Channeling You is don't something I get do. it. You don't. And Kolla, you're probably going to be doing something fun with me and Ásdís around this year. Definitely. We didn't want to disclose Ásdís and I because it's like on the table, like we're, but it's going to be fun. Yeah. Definitely. Yeah, We're going to have fun. we're going to Okay, have so- so much fun. Okay, but you will announce it on Facebook.
So we will find out about it. Of course we will. Okay. Oh my God, it's gonna be so big. I mean, we're gonna be so hot, and it's gonna be so big. I love Ásdís. I love her. It's pretty magnificent. What's there not to love? We're saying we love you, Ásdís. We love you, She hasn't Ásdís. left. She's a genius. Heyrðu, this episode is coming to an end. Truly, we have still Ravi. Yeah, then we do the 4th episode. Yes. Yeah, because we The do 4th yeah, we do many episodes Many. today. Yeah. And then we run them all together so people Wow. don't have to listen to all of them At one time. Yeah, Yeah. because it's Wow, like wow, 2 or 3 hours. Dose so- it out a little bit. Yeah, so we dose So- it out into little So episodes. now we are here, Yeah. 5 of our friend group. I mean, Yeah. we have a lot of other women and men in our friend group, but like The school. the school, our school. But what do we collectively, the 5 of us, what do we want to bring into the year? What can we collectively I bring? want to buy a plastic Christmas tree on sale Yes. that has snow on it Okay. and maybe something pink and have it for next Christmas. And that's a huge change for me. That's like, Yeah, to have plastic, you mean? yeah, and with Yeah. snow. Yes. Okay, with snow. Okay. That's my New Year's. Resolution. I'm A really plastic worried. Christmas tree for next Christmas. Yes. Okay. I'm very That's a good- worried about your good one. class on the 3rd. I've never planned anything in I my know whole you. life. Yeah. But Dana, gonna you know how I'm plan doing anything. it? Instead of planning things to achieve, I'm doing states of being. Yeah. And then that yeah. makes it a little And easier for it me. is- It's like, what are my states of being I'm going for in 2026? Yes. Of course. Yeah. Yes. Then it makes it a little less like planning. Yeah. It's more I like, don't like planning. a lot. We are Planting not a seed. planning anything. Yeah. No, Yeah. okay, good. yeah. Nothing. Okay. I want to create space Yeah. because there are things that want to be born and I have too many things that take energy, take up space from the things that need to be born. So this is my 2026. Og ég ætla að vera með eina svona auglýsing í lokin sem er eldum rétt, sem er fyrir nútíma konurnar. ég ætla bara að segja vegna þess að eldarnir. Já. þú hlýtti þér Já. og pantaði allan jólamatinn hjá Eldum Rétt Já. sem að, þú veist, væri kannski svolítið flókið fyrir marga en þú veist, allt sem kom frá þeim var 100%. Ég veit það. Þetta var alveg frábært. Þetta var alveg... I am like obsessed with finding ways in where we as friends can collaborate in like various ways. And that's where my head is. I don't have any kind of like personal goals. I have the personal goals to create collaboration with you guys. Like me and Dora are doing this and I just like want us to create lots of like outlets and projects that make us happy. So we can play together. That's basically what I'm thinking about. Okay, and then I'm gonna put on the final song of this because it's just a very nice. What is it? You don't hear it. Now comes the song in. What? It's Ima Suma. Ima Suma. Yes. And now we know that the episode is finishing. Of course, this is it. Then we start another episode. It's so great to be with you all.